Hluti 2. Í hluta 2 ætlum við að nota síðustu 144 lykkjurnar af síðustu umferðin í hluta 1 og setja 336 lykkjur í geymslu. Þetta er ekki eins erfið talning og þið gætu haldið vegna þess að 144 eru 3 munstureiningar frá hluta 1. Þannig að héðan frá og upp á þennan hérna topp og sem sagt miðjulykkjan telst með næstu einingu. Þannig hér eru 48 og svo förum við aftur upp á næsta topp. Þá erum við komið með 2 einingar. Þessi tilheyrir þeirri næstu og þriðja einingin sem að kemur okkur upp í 144. Hún endar hér á þessum hérna toppi. Við finnum bara útaukningarnar í síðasta útaukningakaflanum og þessi hérna langa, hún ætlar að vera á geymslunni. Þannig ég get notað hérna annarkvort band eða nælu eða hvað sem þið eigið. Ég er með opnarlegt prjónamerki, skelli því hér, þá er ég hér með 144 og svo ætla ég að taka þá afganginn og þræða það upp á geymslusnúru. Hér má nota annan prjón, það má nota snúru af hringprjóni, það má nota band. En mér finnst geymslusnúrurnar skemmtilegar að því að maður getur svo auðveldlega flutt lykkjurnar aftur upp á prjón. Þannig að hér ætla ég að sjá hvort mér tekst að gera þetta á þess að slíta hérna á milli. Ég er svolítið gjörn á það að toga og fast þannig að geymslusnúran losnar af prjónunum. Geymslusnúrur koma í mismunandi þykktum og hér erum við að nota þykkt eða sverleika sem að passar við prjónastærðina sem við erum að nota. Það er mjög erfitt að nota grófari snúru, sérstaklega við prjóni fast. Þetta virðist ætla að ganga hjá mér. Sjá. Það var það komið og ég þarf ekki þetta prjónumarki. Hér hef ég lykkjurnar sem ég ætla að vinna með. Þessar ætla ég að geyma, þannig að það borgar sig að hnýta góðan hnút á endan ef þið eru ekki með svona stoppara sem eru líka til. Lykkjusnúran þarf ekki að vera metrað lengd en það er gott að hafa hann allavega þannig að hún nái hérna að leyfa okkur að sjá hvernig sjalið svona lítur út og leggst. Og hluti 2 byrja síðan á því að við gerum smá svona beygjukafla hér. Búum til smá geyra hérna með stuttum umferðum til þess að fara frá þessari hringlögun yfir í að prjóna svolítið sléttari kafla. Þannig að hér kemur fyrst ein beygja, svo smá millikafli og svo önnur beygja eftir það. Og þá erum við svolítið búin að rétta kúrsinn milli hlutana. Við höldum áfram að gera snúrukanta. Kanturinn hérna megin heldur áfram óbreyttur. Prjónaður sléttur frá réttunni og tekinn óprjónaður frá röngunni. Hérna megin hins vegar, þá byrjum við strax að gera úrtökur. Og þá er snúran hérna prjónuð þannig að við gerum 2 lykkjur slétt og svo prjónum við 3. lykkjuna saman við fyrstu lykkjuna í meginkaflanum og fækkum þannig lykkjunum alltaf eina frá réttunni. Og við ætlum að vinna með lit 3 í þessum beygjukafla. Og kanturinn byrja þá nýr snúrukantur hér sem við búum til úr þessum hérna 3 lykkjum. Að við prjónum 2 slétt, tökum síðan 3. óprjónaða og svo eina til viðbútar óprjónaða og prjónum þær 2 saman slétt til vinstri
og þær halla til vinstri eins og sést hérna að því að snúrukanturinn hallar í þá sömu átt. Þannig við erum hægt og rólega að fækka þessum 144 lykkjum alltaf eina frá réttunni. En beygjukaflinn byrjar annars á því að við prjónum 44 lykkju til viðbótar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 30 og 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 og 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 og við erum þá lent hérna líka á munstur einingaskilum. Tökum þessa löngu hérna með og hér ætlum við að hafa prjónamerki sem er best að setja á vinstri prjónin að því við erum að fara að snúa við og gera það sem heitir German short rows eða þýskar stuttarumferðir og þær eru afskaplega einfaldar. Maður snýr við, maður heldur bandinu til sín og maður tekur fyrstu lykkjuna og prjóna það, fer inn í hana hér og eins og maður sé að fara að prjóna brugðið og svo fer ég einfaldlega með bandið upp og yfir og toga lykkjuna sem sagt hérna yfir og þá birtast hérna leggirnir 2 eins og það séu 2 lykkjur og svo einfaldlega prjóna ég tilbaka. Þetta er sennilega einfaldasta snúningsaðferðin í stuttum umferðum sem að býr ekki til gat. Og ég prjóna sem leiðleikur hérna tilbaka, alla leið út á enda umferðar. Og ég er að gera slétt, þetta verður sérst garðaprjón. Slétt frá röngunni. Þangað til ég með 3 eftir á prjóninum sem eru snúrukanturinn. Þær eru hér og þær tek ég með bandi fyrir framann óprjónaðar, alveg eins og áður í hluta 1. Og við gerum nokkrar endurtekningar af þessu og hvert skipti sem við gerum stutta umferð þá förum við 4 lykkjum styttra heldur en í síðustu umferð. Þannig að nú ætlum við að prjóna hérna 2 sléttar og svo úrtökuna með því að taka þessa óprjónaða og næstu óprjónaða, prjóna þær saman hérna til vinstri, fækkuðum eina hér og höldum áfram, næstum því heim að síðasta snúningi. Og sjá, það er ennþá eitthvað eftir. Hérna er snúningurinn minn og þá er ég 2 og 4, prjóna þessa, skil eftir 4 heim að snúningnum og sný við hér. Og ég geri það einfaldlega með bara að vigsla yfir á rönguna og aftur eins, þá er ég með bandið nær mér, tek þessa óprjónaða yfir, færi bandið yfir prjónin og aftur fyrir og þá koma hérna 2 leggir aftur og ég prjóna tilbaka. Aftur út á endan, tek síðustu 3 óprjónaðar.
Það er hér, tek þessar óprjónaðar með bandi fyrir framann og svo kemur þetta koll á kolli og við gerum þetta 8 sinnum. Þá finn ég hérna síðasta snúningi minn, það er þessi tvöfaldalykkja hér og ég tel 2 og 4 og skil þær eftir, ég skil eftir beygjuna og svo 2 og 4 í viðbót og sný við. Fína einu sinni enn snúningin, tökum óprjónað með bandið nær okkur og færum bandið yfir, á hina hliðina og togum aðeins í, þá verður hún tvöföld og prjónum tilbaka. Ég ætla að halda áfram að gera þetta. Við gerum alls 8 snúninga. Eitt sem ég þarf að minna á, það er að gera snúrukantinn frekar lausan vegna þess að við erum að búa til svolítinn boga og við viljum að hann sé slakur og kýprist ekki. Þannig að þessar hérna lykkjur mega gjarnan vera svolítið langar, alls ekki stuttar og stífar. Þegar við erum að fara að beygja svolítið í þessa átt hér og viljum að það sé eftirgefanlegt og mjúkt. Þannig að hafa svolítið langar lykkjur þegar við erum að gera snúrukantana og það borgar sig. Núna er ég búin að snúa 7 sinnum. Ég get talið að hérna er fyrsti snúningurinn, annar, þriðji, fjórði, 5., 6. og 7. og þá kemur svo síðasti, 8. Þessar lykkjur eru svolítið lausar sjáiði og þær þurfa að vera það til að ná að fylgja þessari sveigju. 1, 2 og 2 saman. Og hérna verða 1 og 2 lykkjur áður en við snúum. Hérna er snúningur, 2 og 4 og ég sný tilbaka. Tek þessa og flettinni yfir og 1 og svo tilbaka, óprjónað. Þá ætlum við að leysa úr öllum þessum snúningum og við gerum það með því að prjóna í gegnum báða leggina. Og næsta umferð í raun og veru bara slétt yfir allar lykkjur út á enda. Byrjum á lausa snúrukantinum okkar hér. Hérna er strax fyrsti snúningurinn, það er svona tvöföld lykkja. Ég fer bara inn í þær báðar, frá vinstri til hægri og prjóna þær slétt saman. 1, 2, 3 og 4, kemur tvöföld, fer inn í hana og svona. 1, 2, 3, 4 á milli, tvöföld og svo koll á kolli. Og þetta verður til þess að prjónið er bara mjög samfellt hér, við sjáum í raun og veru ekki beygjuna, bara mjög falleg áferð hérna. Tvöföld, 1, 2, 3, 4, tvöföld og 1, 2, 3, 4, tvöföld og síðustu 4 og síðasta tvöfalda og við höfum þetta merki hérna og nú erum við búin að búa til smá svona kýl hérna. Þetta er svona til þess að ná þessari beygju yfir á beinabrautina. Höldum áfram út umferðina að prjóna slétt frá réttunni og sömuleiðis tilbaka. Frá röngunni prjónum við alla lykkju slétt líka. Og ég sé eitthvað þegar ég er komin tilbaka á upphafsreit og búin að gera 1 garð í viðbót. Þá er ég búin að prjóna þennan eina garð hérna alla leið yfir. Snúrukanturinn var prjónaður frá réttunni, tekinn óprjónaður á röngunni. Og við geymum þetta prjónumerki hér til að fylgjast með því hvar við erum á þessu hérna róli. Og núna kemur millikafli sem að
þið getið ráðið í hvað þið hafið skrautlegan. Það eru 2 valkostir. Annar er með lykkjuspori sem ég kalla, ég veit ekki alveg hvað það heitir, það er svona eins og kögur og býr til svona eins og ría áferð eða lykkjur hérna megin. Og hitt er aðeins nettara og er kallað hnútamunstur hérna hjá mér. Veit heldur ekki hvað það heitir. En ég ætla að byrja á því að sýna hnútamunstrið, bara hérna á litlum kafla, nokkrar umferðir. En síðan ætla ég sjálf að gera lykkjumunstrið á þessu eintaki, á þessum hérna stað. Byrjum á því eins og venjulega að prjóna snúrukantinn, höfum lykkjurnar lausar, 2 saman hérna, við erum alltaf að taka úr. Hnútamunstrið felur í rauninni í sér að við erum að vefja bandinu svolítið utan eina lykkju og búa til hnút. En við byrjum fyrst á því að prjóna 2 venjulegar sléttar og hér kemur hnúturinn. Þá förum við með prjónin á milli fyrstu og annara lykkju í gatið hérna á milli, sækjum bandið. Ég mæli með að gera þetta ekki mjög fast vegna þess að þá verður svo erfitt að leysa úr hnútnum á leiðin tilbaka. Tökum bandið, förum svo hérna fram fyrir og sláum upp á prjónin, sækjum bandið aftur hér og prjónum svo loks þessa einu lykkju. Og í raun og veru sitjum við eftir með 4-falda lykkju hér. Höldum áfram að prjóna 2, gera 1 hnút, sækja, slá upp á, sækja, prjóna. Prjóna 2, förum á milli, sækjum, sláum upp á, sækjum og prjónum. Prjónum 2 sléttar, förum á milli, sækjum, sláum upp á, sækjum á milli og prjónum. Ég ætla að klára hérna aðeins framan af þessari umferð og sýna ykkur svo hvernig þetta er á bakaleiðinni. Svona, prjóna hérna 2, ég ætla síðan bara að snúa. Þið náttúrulega klárið út umferðina sem að veljið að nota þessa aðferð. Mér var það aðeins á í messunni að sýna bakaleiðina, en hér rétta er að á bakaleiðinni þá prjóna maður allar lykkjur brugnar nema hnútana, þeir eru prjónaðir sléttir í gegnum allar 4 lykkjurnar. Þannig að útkoman lítur svona út. Það verða þessir fallegu litlu hnútar og þeir mynda svona raðir hér. Ég sýni þetta ítarlega í beygjukafla 2 fyrir ykkur sem velji þessa aðferð. Þá er það hinn valkosturinn, eftir að vera búin að prjóna þennan garð, og kemur þessi millikafli og hinn valkosturinn er það sem ég kalla lykkjuspor og við gerum það í annarri hverri lykkju. Byrjum á því að gera snúrukantinn með úrtöku eins og ævinlega. Svo prjóna ég eina slétta og nú ætla ég að gera lykkjuspor. Það er þannig að ég prjóna fyrst í gegnum lykkjuna og slepp henni ekki fram af prjóninum, heldur svona. Svo læðist ég með fingurinn hérna á milli og toga til mín spotta eða lykkju, held honum föstum og fer síðan aftan í lykkjuna á prjóninum og þá er ég búin að prjóna 2 lykkjur og langa lykkjan mín liggur hérna niður á milli. Nú felli ég fyrir lykkjuna af og loka þessu, þannig þá er lykkjan mín hérna orðin trygg á milli. Þetta er 1 lykkjuspor og ég prjóna eina slétta og nú kemur lykkjuspor aftur, prjóna á þess að sleppa, sæki mér band, held í föstu, fer aftan í lykkjuna og varpa þessari yfir. Þannig það er lykkjuspor, 1 slétt lykkjuspor. Og að gera að reyna að halda lykkjuna svolítið svipuðum að lengd, það er erfitt svona allra fyrst en kemur með tímanum. 1 slétt á milli, prjónum á þess að sleppa fram af, sækjum bandið, höldum því, prjónum aftan í og vörpum yfir. 1 slétt, prjóna á þess að sleppa, sæki bandið, held í föstu, prjóna aftan í og varpa yfir.
Þannig að svona fer ég umferðina á enda, slétt, lykkjuspor, slétt, lykkjuspor, slétt, lykkjuspor, slétt, lykkjuspor og á leiðinni tilbaka þá prjóna ég slétt frá röngunni yfir allar lykkjur. Þannig að það verður garður hinum einn frá sem sést ekkert endilega þegar lykkjurnar eru allar komnar saman. Og svo ger ég 2 svona umferðir til viðbótar. Muna úrtökuna í upphafi umferðar og það verður til þess að þegar ég er búin að gera úrtökuna næst þá lendir slétta lykkjan ofan á lykkjuspori og lykkjuspori lendir þar sem áður var slétt lykkja. Þannig þetta fer á víxl í þessar 3 umferðir. Og ég prjóna hérna eina slétta og svo prjóna ég á þess að sleppa, dreg bandið til mín, prjóna í aftari og varpa yfir. Ein slétt, prjóna á þess að sleppa, sæki bandið, þetta er svona, hvað maður að segja, 5 cm í allt eða tomma í hvora áttina. Prjóna aftan í og felli yfir. Slétt, prjóna, sæki, prjóna aftan í, varpa yfir. Slétt, framan í, sæki bandið, aftan í, varpa yfir og slétt. Ég ætla að gera þessar 3 umferðir. Eina yfir svona, slétt tilbaka frá röngunni, aðra, svo slétt tilbaka frá röngunni og 3. og slétt tilbaka frá röngunni og sé hvað þegar ég er búin að því. Áður en ég klára, langar mér reyndar aðeins að koma hérna inn og nefna að það getur verið gott að fara af og til og tósa svolítið í endana sem við erum búin að vera að draga hérna í gegn. Því þeir geta orðið svolítið, það er að minnsta kosti þannig hjá mér að stundum verður einhvern veginn lykkjan bara svolítið laus og þá er gott að tósa aðeins í spottana sína til þess að lengja frekar þessar lausu lykkjur heldur hún að búa til lausar lykkjur á prjónunum. Svo ætlaði ég líka að nefna að það er svolítið ólíkt eftir gatni hvernig þessar lykkjur hegða sér. Sumt gatn rúllar upp á sig eins og hérna. Ég átti ekkert endilega von á því með þetta. Það virðist vera algengara á gráhærðum grunni en það er svolítið ólíkt eftir í hvaða gatn er unnið með, hvort að það verður áfram svona lykkja eða hvort það breytist í svona litla gorma. Hvort heldur sem er, þá er það skemmtilegt og mér finnst rosa gaman að dúlla í þessu og veit að þetta verður uppáhaldspartur af mínu sjali að geta verið svolítið að pilla í þessa þræði. Því ég er svolítan pillari. En þetta er 3. umferðin hjá mér og svo kem ég tilbaka. Þessi valkostur er talsvert meira áberandi heldur en hnútarnir. Og í raun 3. valkosturinn væri auðvitað að gera ekki neitt, heldur prjóna bara 3 garða venjulega. Þá er ég búin að klára millikaflann minn með þessum 3 umferðum af lykkjusporum og meðfylgjandi sléttum umferðum frá röngunni á bakaleiðinni. Og þessir virðast ætla svolítið að krullast hjá mér. Nú kemur seinni beygja, sambærilega við þessa og þá ætlum við aftur að notast við prjónamerkið okkar góða og við byrjum á því að prjóna heim að prjónamerkinu, snúrukanturinn með úrtöku og síðan 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10, 11, 12, 13 og 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 1, 2, 3, 4, ætla þess að toga hérna. 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30 og 1 og 2. 32 og hér snúum við.
Og gerum þessa þýsku stuttu umferð, bandið fyrir framann, færum lykkjuna yfir, bandið yfir á hina hliðina, einbreytist í 2 og prjónum tilbaka. Ég set inn lykkjufjölda við og við, svona til að átta sig, en ég vil samt ítreka að ef það skeikar 1 eða 2 þá þurfið ekki að hafa neinar áhyggjur. Þið geti bara jafna það með því annarkvort að eyða 1 með úrtöku eða bæta 1 við. Munstrið er ekki það 100 í hættunni. Svo skulum við gera næstu umferð alveg eins og í fyrri beygjunni. Byrjum á úrtökunni, munum að hafa langar lykkjur hér og eins og áður þá stoppum við 4 lykkjum áður en við erum komin að síðustu snúningslykkju og snúum þannig koll á kolli. Smá eftir hérna hjá mér. Hérna er snúningurum minn, 1, 2, 3, 4, ég prjóna 1 í viðbót og fer yfir á rönguna, sæki þessa, tek hana yfir, breytin í 2 og tilbaka. Rúllum þessum stuttu umferðum fram og tilbaka. Og ég sé ykkur þegar ég er að byrja á þeirri síðustu. Þá er ég að byrja á síðustu snúningsumferðinni, búin með snúrukantinn, búin að taka úr hér og þá fæ ég hérna 1 og 2 lykkjur áður en ég á 4 eftir að síðasta snúningi, sný aftur og vippa þessu yfir, 1 lykkja, snúrukanturinn óprjónaður. Þetta voru alls 1, 2, 3, 4, 5 og 6 snúningar og nú ætlum við aftur að prjóna 1 garð, slétt yfir allar umferðir frá réttu og tilbaka frá röngunni allar lykkju slétt og þá erum við búin með þennan beygju kafla 1. Og eins og síðast að þá förum við þegar við lendum á sem 2 lykkjum, þá prjónum við gegnum þær báðar og svo 1, 2, 3, 4 gegnum báða leggina, 1, 2, 3, 4 gegnum báða leggi og þannig koll á kolli. Þessar 6 snúningslykkjur og síðan áfram út umferðina og svo tilbaka og hér megum við fjarlægja prjónamerkið. Við ætlum ekki að nota það í næsta kafla, þannig við getum lagt það til hliðar og það tekur við nýtt munstur þegar ég er búin að gera þennan garð sem ég ætla að klára og koma svo inn í nýja munstrið. Þá er ég komin hingað. Hérna megin er eiginlega bara lykkju spóra umferðirnar sem gætu líka verið hnúta umferðir. Bara 1 slétt og önnur fyrir ofan. En hérna megin hins vegar er beygja. Fyrst 1 geiri hér og svo annar aðeins minni hérna fyrir ofan. 8 garðar og 6 garðar hér. Nú erum við búin með lit 3 í bili og tekur þá við öldumunstur eins og nafnið á þessum kafla gefur til kynna og í þessu öldumunstri þá ætlum við að nota liti 1 og 5 og annars vegar erum við að gera staka garða, þeir eru í lit 1 og hins vegar erum við að gera öldumunstur með lengdum lykkjum, þær verða í lit 5. Öldumunstur 1 byrjar á því einfaldlega að prjóna slétt yfir alla lykkjur,
Byrjum á úrtöku hérna, fyrst 2 lykkjur slétt, svo 2 lykkjur saman til vinstri, eins og alltaf frá réttunni og svo bara garður, sléttur frá réttu, sléttur frá röngu. Takturinn í munstrinu verður sá að við erum til skiptis að gera einn svona garð úr lit 1 og inn á milli gerum við öldur úr lit 5. Ég ætla að klára þennan garð minn hérna og hitti ykkur aftur þegar kemur að því að gera skemmtilega hlutan sem eru öldurnar. Einn garður kominn og við geymum lit 1, við ætlum ekki að slíta hann frá. Við leifum honum að vera. Við leifum honum að hvíla og tökum lit 1 og munstrið gengur upp í 10. Það eru 5 lykkjur sem eru lengdar og svo 5 venjulegar til skiptis og við ætlum að láta þessa hérna hlið af sjalinu hitta á alltaf 5 á endanum. Þannig að til skiptis 5 lengdar og í næstu öldu umferð þá eru það 5 venjulegar og svo framvegis að því að þessi hlið, hún er stöðug, hún er ekki að breytast. Það er aftur á móti þessi hlið hér. Já, mér er lykkjufjöldin þannig að í næstu umferð verða akkurat 120 lykkjur. Þannig það eru sest núna akkurat 121 og svo hverfur ein hérna í upphafi inn í lykkjusnúruna. Þegar ég er búin að gera þessar hérna svona, þá standa eftir samkvæmt minni talningu 120 lykkjur. Og munstrið segir, byrjum á því að gera 1, 2, 3, 4, 5 sléttar. Svo koma 5 sem eru lengdar og við gerum þær þannig að við förum í gegn og ég ætla að gera 2-falda núna. Hún er merkt með 2 á teikningunni. Þá sný ég einu sinni og 2 utan bandið og sæki sem sagt 2 lykkjur í raun eða 1 2-falda. Svo fer ég að gera 3-falda, þá sný ég einu sinni, 2, 3 upp á bandið. 4-föld, 1, 2, 3, 4, hún er hér. Aftur 3-föld og 2-föld, svona. Hér hjálpar klárlega að nota prjónamerki og hafa þau þá alltaf á mótum lengdra lykkja og venjulegra lykkja. Það er aðalega vegna þess að við erum alltaf að færa þennan hérna kant til, þannig við byrjum ekki að næst að gera 5 heilar, heldur eitthvað annað og þess vegna er mjög gott að eitthvað staðar hérna aðeins inn á að þá setjum við prjónamerki, ég ætla að gera það hér. Ég er búin að gera 5 sléttar, 5 lengdar og 1, 2, 3, 4, 5. Þá ætla ég að setja prjónamerki mitt hérna og í næstu umferð þá get ég þá vitað að hérna var ég með 5 stuttar, 5 langar, 5 stuttar og þá verð ég búin að eyða þessari og þá byrja ég á 3, 4, 3, 2. Þannig að prjónamerki er eiginlega svolítið must, þið komið til með að sjá það. 2-föld, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Alltaf 2, 3, 4, 3, 2 og svo 5. Þetta er allt í lagi með að við erum að prjóna þessa umferð, þá sjáum við alveg hvað við erum að gera. En þegar við erum búin að leysa úr þessu á leiðin tilbaka, þá er svolítið erfitt að greina munin á þessari og næstu við hliðina. Þess vegna kemur prjónamerkið sterkt inn. 2-föld, 3-föld, 4-föld, 3-föld, 2-föld, 5, 2, 3, 4, 5, 2-föld, 3-föld, 4-föld, 3-föld, 2-föld, 1, 2, 3, 4, 5. Ég ætla að klára þetta á enda og kem aftur inn þegar ég fer að prjóna tilbaka frá röngunni.
Umferðin endaði þannig hjá mér, gengur upp í 10, að hér eru 5, svo 2-föld, 3-föld, 4-föld, 3-föld, 2-föld og svo snúrukanturinn. Á bakaleiðinni þá erum við bara að prjóna allar lykkjur slétt. Byrjum á því að flytja snúrukantinn óprjónaðan og svo prjónum við sem leiðleggur og þessar löngu, það eru bara aðeins lengur að detta prjónunum. Bara drögum þeir fram af. Svona. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Löng, ennþá lengri, styttri, styst. 1, 2, 3, 4, 5. 2-föld, 3-föld, 4-föld, 3-föld, 2-föld og 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Þetta verður svona öldu lagað. Frá réttunni séð þá líta það svona út. Það verða lengri, styttri og lengri og styttri. Ég ætla að klára að prjóna tilbaka frá röngunni og síðan ætla ég að gera garðinn í lit 1 og sé ykkur þegar ég að fara að gera næstu öldu umferð og þá stillum okkur af varðandi staðsetninguna í munstrinu. Þá er búið að ramma hérna inn eina öldu og í næstu öldu umferð þá verða lengdu lykkjurnar þar sem áður voru stuttar og stuttar þar sem áður voru langar. Við förum af stað. Ég mæli með því að byrja bara á því að prjóna snúrukantinn og úrtökuna í honum og kíkja þá á hvað við höfum af lykkjum til að vinna með. Hérna var prjónamerkið mitt og hérna voru áðan 2, 4, 5 stuttar. Þannig að þessar 5 hér eiga að vera stuttar núna. Þá sit ég eftir með 3 lengdar og þær eru þá 2-föld, 3-föld og 4-föld. Byrja á 4-földri og 3-földri, 2-földri, svo koma 1, 2, 3, 4 og 5, 2-föld, 3-föld, 4-föld, 3-föld og 2-föld. Svona. Prjónamerkið mitt er hér. Svo eftir því sem þetta færist innar, með því að við erum að taka alltaf úr, þá kemur að því að það verður tímabært að færa prjónamerkið og þá mæli ég með að hoppa bara inn 5 lykkjur í einu og færa það hingað. Af því það er svo gott að hafa þetta nálægt til að geta talið sig út þegar maður er að byrja umferðina og þá er maður alltaf öruggur með. Af því eins og við sjáum hérna, það er ekkert alveg augljóst hvort að þessi eða þessi er einföld. Það er ekki alveg augljóst. Aldan verður svolítið bara svona bogi og prjónamerkið er eiginlega nauðsynlegt til að halda áttum. Nú ég var að gera langar, þá ger ég 5 stuttar. 2-falda, 3-falda, 4-falda, 3-falda, 2-falda, 5 stuttar og svo kollakolli. Ég ætla að gera nokkrar öldur til viðbótar og eins og ég segi, við notum þetta sem leiðarvísi, teljum okkur héðan þegar við erum að byrja umferðina og vitum alltaf að hérna sé ykkur megin við eiga að vera 5 af annarri hvori sortinni. Já, þannig að þegar ég er búin að gera nokkrar öldur í viðbót, þá ætla ég að kíkja tilbaka og taka stöðuna. Þá lítur þetta svona út hjá mér. Það eru komnar 1 og 2 og 3 og 4, 5 og 6 og 7 og 8 öldur og þessi kantur hér, þar sem við erum að gera úrtökurnar, hann breytist aðeins, hann er breytilegur
hvernig munstrið byrjar. Ég er búin að færa prjónamerkið innar. Ég hoppa 5 lykkjur í senn þegar ég er að færa það, eftir því sem þessar hérna fyrir innan étast upp. En ég þarf alveg á því að halda til að staðsetja mig hvar ég er nákvæmlega á réttum mörkum. Hinn kanturinn er bara beinn og er alltaf með sömu staðsetninguna í munstri. Við endum alltaf á 2 hérna og 5 sléttum hér og margföldum sem enda á 2 hér og svo framvegis. Þannig að hérna erum við komin og við ætlum að gera alls 12 ölduumferðir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ég á þá eftir 4 og við endum á garði úr lit 1. Þannig að ég þarf að gera 4 svona endurtekningar til viðbútar og enda á einum garði í 1 og sé ykkur þegar ég er komin þangað. Og núna er ég búin að gera þessar 2, 4, 6, 8, 10, 12 öldur og búin að klára garðinn minn úr lit 1 á leiðin tilbaka. Og þá er komið að millikafla sem er nákvæmlega eins og þessi hér á undan. Við ætlum að gera nákvæmlega sama, telja 44 lykkjur og setja prjónamerki þar og prjóna jafnmargar umferðir. En ég minni á að það má breyta lykkju tegund sem þið gerið í milliköflunum. Breyta í hnúta þó þið hafi gert lykkju spor áður og öfugt og svo má líka halda sig við það sem var komið. En það er sami litur 3 sem að tekur núna við. Þannig við losum liti 1 og 5 og skiptum aftur yfir í 3. Og prjónamerkið kemur aftur í góðar þarfir hér. Ég ætla að byrja hérna á því að gera snúrukantinn minn alltaf úrtaka í upphafi hverjar umferðar frá réttu. Eftir ég geri þetta þá tel ég 44. Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 og 1 og 2 og 3 og 4 og ég hef merkið mitt hérna. Nú förum við aftur að gera stuttuumferðirnar og það var þannig að við tökum fyrstu lykkjuna hér óprjónaða, drögum hana yfir á hina hliðina og prjónum tilbaka. Og svo koma umferðir þar sem við snúum alltaf þegar 4 lykkjur eru eftir að síðasta snúningi og þetta eru 8 snúningar og ég ætla að koma og hitta ykkur aftur þegar ég er komin í þann síðasta. Þá var ég búin að gera þessar stuttu umferðir, 44 lykkjur, síðan 38, síðan 32, síðan 26 og svo 20, svo 14, svo 8 og loks 2. Það styttast alltaf eina hérna megin og 5 úr hinni áttinni. Núna er komið að því að prjóna þá yfir einn garð alla leið og leysa þessar 2 lykkjur hér og prjóna út á enda og tilbaka áður en að kemur millikaflinn með skrautprjóninu. Og við leystum þessa 2 lykkjur með því að prjóna þær saman. Þannig að við förum bara venjulega í alla lykkjur nema þegar kemur að 2 sem er þessi hér, að þá förum við gegnum báða leggina og prjónum hana saman. Og áfram eins. Og með þessu móti að þá verða stuttu umferðirnar mjög jafnar hérna saman við rest og ekkert gat og í raun og veru engin sýnileg verksummerki.
að hér hafi verið snúið. Ég ætla að klára þetta. Í þessum millikafla ætla ég að prjóna hnúta og þeir eru þannig að þegar við erum búin að prjóna snúrukantinn með úrtökunni þá gerum við 2 sléttar, þá kemur 1 hnútur. Hnútinn gerum við þannig að við förum á milli fyrstu og annarra lykkju, sækjum bandið hér frekar laust til að þessi auðveldar að prjóna hann á bakaliðinni, sláum upp á, aftur í gegn og sækjum bandið og prjónum svo lykkjuna. Hér er 4-föld lykkja sem breytist í hnút á bakaleiðinni. Prjóna 2 sléttar, geri 1 hnút fyrir gegn, slæ upp á, fyrir gegn og prjóna. 4-föld lykkja, 2 sléttar og 1 hnútur. Svona. Og betra að prjóna þetta svolítið laust því það getur verið þrautinni þyngra að prjóna þessa hnúta á bakaliðinni ef maður hefur verið mjög fastur með bandið. Þannig að til að vinna sér í haginn það borgar sig að gera þetta í lausara kantinum. Sem sagt 2 sléttar, hnútur, 2 sléttar, hnútur, 2 sléttar, hnútur, 2 sléttar, hnútur. Geri þetta út á enda eins og lykkjurnar leyfa. Prjóna tilbaka, þá ger ég alla lykkjur brugðið frá röngunni nema hnútana sem ég prjóna slétta í gegnum öll 4 böndin. Kem aftur hérna á bakaliðinni. Þá er ég komin út á enda og ég byrja á því að taka snúruna mína og prjóna það. Hérna allra fyrst var 1 hnútur og ég fer inn í þessar lykkjur allar saman. Og hér sést af hverju við viljum hafa þetta frekar laust. Hvað er nú þessi? Svona. Fer í gegnum þær allar, í gegnum aftara bandið, sæki, dreg í gegn. Og þá vippast hnúturinn hérna yfir á réttuna og svo ger ég 2 brugnar og fer aftur í gegnum alla 4 þræðina í einu og prjóna það slétt og 2 brugnar. Og þannig koll af kolli. Fjórar. Gegnum öll 4 böndin, prjóna slétt og 2 brugnar. Þetta er bakaleiðin, þá koma hnútarnir hérna yfir á réttuna. Og síðan endurtek ég umferðina 2 sinnum, alveg eins og í hinum beygjukaflanum og millikaflanum þar. Og að því að það er úrtaka í byrjun umferðar, þá hliðrast munstrið 1 lykkju og hnútarnir mynda svona skárendur þegar upp er staðið. Ég ætla að klára mínar 3 hnúta umferðir og umferðina tilbaka og sé okkur eftir það. Þá eru þessir litlu dúllupunktar komnir, liggja í svona röndum hérna til hliðar á ská og þá er það seinni beygjan í þessari atrennu. Hún er eins og í fyrra sinnið, við prjónum aftur heim að prjónamerkinu. Lausar lykkjur í snúrukantinum og úrtaka og svo 1 og 2 og 3, 4, 5, 6 og 7 og 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 30 og 1 og 2. Snúum hérna og síðan koll á kolli þegar 4 lykkjur eru eftir að síðasta snúningi. Þetta verða alls 6 snúningar og ég kíkja á ykkur þegar ég er komin að þeim síðasta. Allir snúningar búnir nema 1. Hér voru 32 lykkjur, hér 26, hér 20, svo 14 og svo 8 og núna loks 2 í þessum síðasta. Ein og 2 og við snúum. Tilbaka. Og þá er komið að því að prjóna 1 garð yfir allar lykkjur. Alltaf með snúrukantinn höfum við lausan, úrtaka hér. Og svo bara af stað, fyrsta lykkjan hérna er 2-föld og svo 4 og 2-föld og 4 og þessi 2-földaði prjóni í gegnum báða leggina. Þannig. 4 og 2-föld og 1 og 2 og 3 og 4 og 2-föld. Þetta prjónamerki má fara í frí. Klárum umferðina og aftur tilbaka og þegar það er komið þá er komið að nýju munstri og ég kem aftur þegar við erum komið þangað. Og núna er þessi beygjukafli búinn. Það eru hérna, það er beygja hér og það er beygja hér og núna erum við svona nokkurn veginn komin á beinu brautina með það að vera bara að prjóna fram og tilbaka.